Kæru ástvinir, fjölskylda, frændfólk, vinir Ásthildar Thorsteinsson sem við kveðjum hér í dag. Við erum hér í þakklæti, við erum hér til að minnast hinnar góðu konu, listakonunnar Ásthildar. Við erum hér til að þakka. Þakklætið og góðu minningarnar eru það sem að fylla okkur af þeim krafti sem þarf til að takast á við sorgina þegar ástvinur er kvaddur burt svo skyndilega. Við ætlum að eiga hér saman helgastund og ég ætla að biðja ykkur það að slökkva helst á símónum eða hafa allavega ekki netið tengt, því að með okkur hér í dag eru líka þau sem að ekki áttu heimangengt og eru að horfa með okkur í streymi. En við skulum minnast lífsins sem við erum kölluð til með því að signa okkur að fara með bæn. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Já, þakka þér lifandi Guð fyrir hana sem þessi stund er helguð. Þakka þér fyrir nærveru þína hér í dag í þínum heilaga anda. Þakka þér fyrir Jesús Kristur að þú biður okkur að líta til fugla himins og minnast þess að dagurinn í dag er gjöf úr þinni hendi. Og þannig þökkum við þér þá gjöf sem lífið hennar Ásthildar Thorsteinsson var og er. Þökkum þér fyrir ástina sem heldur áfram í hjarta okkar, kærleikan og umhyggjuna sem umvefur okkur öll. Já, blessað okkur þessa stund hér í helgidómi þínum, í þökk og þegar við heiðrum minningu hennar Ásthildar. Í Jesú nafni, amen. Leiðir við að vökkum, það sem ég var
Í fornu ljóði speki Guðs sem ritað í 24. kafla vísdómsritsins Síraksbókar, þar segir: Spekin lofar sjálfa sig, vegsamar sig meðal liðsins. Í eilífðinni fyrir upphaf tíma skóp hann mig, eilífð mun ég einnig vara. Ég óx upp sem setrusviður á Líbanon, eins og kýpurstré á Hermonfjalli. Ég hækkaði eins og pálmi í Engedi, lík rósarunna í Jerikó. Eins og fagurt ólífutré á sléttunni, óx upp sem hlynur. Af mér lagði angan líkt og af kanel og ilmviði, sætan ilm eins og af valinni myrru og galban ilmkvoðu og marnögl. Eins og af reykjelsis ilmi sáttmálatjaldsins. Ég teygði út greinar líkt og eikartré og greinar mínar eru glæstar og fagrar. Ég blómgaðist fagurlega eins og vínviðarrunni og blóm mín báru ríkulega, dýrlega ávexti. Ég móðir fagurs kærleika, guðsótta, þekkingar og heilagrar vonar. Ég eilíf og gefin öllum börnum mínum, öllum sem eru nefnd af drottni. Að minnast mín sætara en hunang, að eiga mig tekur sætleik hunangsköku fram. Þannig segir í þessum aldna texta í Jesú nafni. Guðspjall sem ritað hjá Jóhannesi Guðspjallamanni. Jesús segir: Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikann sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munuð sjá mig, því ég lifi og þér munuð lifa. Já, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen.
I face the final curtains, my friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life was full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved, I laughed and cried, I had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, 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 not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Við skulum biðja, já þakka þér lifandi Guð fyrir nærveru þína, þakka þér fyrir visku þína, fyrir huggun þína, fyrir það að þú ert ávallt með okkur, í Jesú nafni, amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Jesú Kristi. Við sem eldri erum þekkjum mörg þulurnar hennar Theodóru Thoroddsen, tunglið og svo margt, svo margt. Hún var langömmu systir hennar Ásthildar sem við kveðjum hér í dag. Og eitt ljóðið hennar heitir hreinlega Þula og þar að finna þessar línur. Við þér blasir láð og lá, leggst ei ský á sólar brá, auðnin mikla helg og há, himinn lindin tær og blá, syndin öll svo ógnar smá, þú eigir hana varla. Efsta heyrirðu hnjúkunum frá, hljómana til þín kalla. Loganum helga leggstu hjá og láttu hann þig falla, fagurt til fjalla. Ljáðu mér drottin líknar mund, lof mér hérna að festa blund. Vaktu hjá mér stutta stund, strjúktu mein úr hjarta, ljúft að sofna í loga skininu bjarta.
Þannig segir í þulunni hennar Theodóru. Og Ásthildur sem við kveðjum í dag, hún var bæði listræn og skapandi kona og listfengið átti hún að sækja í báðar ættirnar sínar. Til móður fólks föður afa síns frá Breiðafjarðareyjum, Theodóru þegar getið, og svo var elsti afabróðir hennar, sonur Ásthildar systur Theodóru, Guðmundur Thorsteinsson Muggur, sem gaf lítilli frænku sinni ævintýrið Dimmalim, sem við þekkjum öll. Og yngstu móðursystur Ásthildar, hana Dagbjörtu Eyjólfsdóttur, Dæju, segir í minningagrein að hún hafi verið mikil handavinnu kona. Allt var svo fallegt sem úr hennar höndum kom. Já, sama má segja hana Ásthildi. Allt var svo fallegt sem úr hennar höndum kom. Handverkið hennar hefur verið til sölu hér í Snorrastofu í mörg ár og einnig í Landnámssetrinu og auðvitað Ullarselinu, en þar var hún í gæðanefnd. Þetta eru einstakir munir, skotthúfur og peysur, hannaðar og unnar af sköpunargleði, nákvæmni og smekkvísi og ýmsir listmunir. Ásthildur Thorsteinsson var fædd í Reykjavík mánudaginn 8. júní árið 1953. Hún varð bráðkvödd að heimili sínu, Hurðarbaki í Reykholtsdal, mánudaginn 8. júní síðastliðinn, á 73 ára afmælinu sínu. Andlát hennar var óvænt og missir hennar er mikill, kæra fjölskylda, missir ykkar. Samríkjustu ykkur af öllu hjarta. Eins og móðir huggar barn sitt, eins mun ég hugga yður, ritar Jesaja spámaður í orðastað Guðs. Eins og móðir huggar barn sitt, eins mun ég hugga yður. Og við biðjum þess að þið mættuð finna huggun anda Guðs og speki Guðs hér í dag. Hjá móður fagurs kærleika, Guðsótta, þekkingar og heilagrar vonar, eins og við heyrðum áðan úr vísdómsbók Síraks. Nafnið sitt fékk litla stúlkan Ásthildur frá langömmunni í föðurætt sem þegar er getið, Ásthildi Jóhönnu Guðmundsdóttur, sem var prestsdóttir á Breiðabólstað og Skógarströnd, þegar Pétur nokkur Jans Thorsteinsson kom þangað að vitja fósturmóður sinnar sem var systir séra Guðmundar á Breiðabólstað. Og þau Pétur og Ásthildur bjuggu á Bíldudal lengi og í Danmörku þar sem börnin fengu menntun og síðan í Reykjavík. Þau eignuðust 10 börn. Afi Ásthildar okkar var þeirra yngstur, Friðþjófur Thorsteinsson Pétursson. Pabbi hennar, Pétur Ástvaldur Thorsteinsson, ólst upp hjá Ásthildi ömmu sinni og afa sínum fyrstu árin meðan hans naut við. En Ásthildur Guðmundsdóttir mun hafa verið fyrsta konan sem bar þetta hrífandi nafn, en nú bera það yfir 200 konur og minnst að kosti ein með okkur hér í dag. Í móðurætt var Ásthildur á Hurðarbaki ættuð úr Vogum á Vatnsleysuströnd. Halldóra Eyjólfsdóttir, móðir hennar, var frá Tumakoti í Kálfatjarnarsókn. Þar hafði afi hennar, Eyjólfur Pétursson, útvegsmaður, byggt reisulegt hús árið 1910. Hann lést löngu áður en Ásthildur fæddist, en móðir Halldóru, móður amman Margrét Helgadóttir og börn þeirra hjóna bjuggu áfram í Tumakoti. Þeim systkinum 4 þótti afar vænt bernskuheimilið og margt frændfólk er í Vogunum og Ásthildur naut þess að koma þangað. Ásthildur átti 2 yngri alsystur, hana Margréti og Helgu. Helga lést í lok mars árið 2021. Eldri bróðir þeirra systra sammæðra er Steinar Gunnbjörnsson. Samfeðra systkin Ásthildar eru Gyða, Rósa og Guðmundur, Muggur, en hann lést af slysförum rétt tæplega 40.
Pétur faðir hennar lést árið 2002 og Halldóra móðir hennar árið 2011. Við þökkum og blessum minningu þeirra sem farin á undan okkur í faðm Guðs. Þegar hefur verið minnst á hana Dæju, móðursystur Ásthildar. Hún og maður hennar Ásbjörn Ólafsson, stórkaupmaður, áttu sumarhús í Munaðarnesi og þannig kemur tengingin við Borgarfjörðinn. Þau áttu ekki börn en systkinabörnin nutu góðs af gæsku þeirra og Ásthildur var oft hjá þeim í Munaðarnesi. Það er margt eftirminnilegt frá þessum tíma, til dæmis þegar Dæja kom aðeins og seint í veg fyrir Akraborgina á drossíunni og skipinu var gert að stoppa og meðan kagginn var hífður upp í skipið. Og svo gaman að minnast þess að mynd- og ljóðlistamaðurinn Dunganon, sem hét Karl Einarsson og var frá Seyðisfirði, hann kom til Íslands, bjó lengst af í Danmörku og stundaði þar list sína, en hann kom árið 1961 á vegum Ásbjörns Ólafssonar til Íslands og þar kynntist Ásthildur litla þessum merkilega Íslending. Hertoginn af Sankta Kilda var heitið sem listamaðurinn gaf sjálfum sér og titlaði hann Ásthildi Valkyrjuna af Sankta Kilda. Og Valkyrjan sú ólst upp í Gnóðarvogi í Reykjavík og það er gaman að lesa frásögu bensku vinkonu hennar sem er í blaðinu í dag af því sem að þær tóku sig fyrir hendur vinkonurnar. Hún gekk í Vogaskóla, var einhver tími í Hlíðardaskóla en fór seinna í Húsmæðraskólann á Varmalandi. Það var fyrir tilstilli verðandi tengdamóður hennar, frú Sigríðar Sigurjónsdóttur, sem fannst alveg nauðsynlegt að komandi húsfrú á Hurðarbaki hefði haldgóða þekkingu á innanhússtörfum og handavinnu. En leiðir þeirra Ásthildar og Gunnars Bjarnasonar lágu saman fyrst þegar að bæði voru leikskólabörn á Laufásborg. Þetta vissu þau ekki fyrr en löngu síðar og fannst það dálítið skemmtilegt. En miklu seinna, þegar bæði voru rétt tvítugt, var Ásthildur að vinna á Bifröst og kvöld eitt á leið á réttarball var hann á vegi hennar, ungi maðurinn á Hurðarbaki í Reykholtsdal, jafnaldri hennar. Og síðan þá hafði verið óaðskiljanleg, svona fyrir utan dvöl hennar á Varmalandi. Það var 1973 til 74 og þar eignaðist hún vinkonur fyrir lífstíð. Sumar eru hér með okkur í dag, en aðrar senda kærar kveðjur með þakklæti fyrir góðar minningar. Þau bjuggu alla tíð á Hurðarbaki, Ásthildur og Gunnar, fyrstu árin í gamla bænum ásamt Sigríði og Bjarna, en svo var byggt nýtt hús og sama sumar og þau fluttu þangað 1985, gengu þau í hjónaband á eftirminnilegan hátt á Arnarvatnsheiðinni. Það var 10. ágúst. Kemur þar við sögu maður nokkur sem mætti sýslumann í búningi og varð ekki sel. En börnin þeirra, Ásthildar og Gunnars, eru 4, Sigríður Halldóra, Dagbjört, Pétur og Gunnar. Barnabörnin eru 12 og var Ásthildur þeim yndisleg amma. Við lesum það í dag hvað hún hefur notið sín í ömmu hlutverkinu. En ásamt með heimilisstörfum og bústörfum vann Ásthildur í sláturhúsinu, við skinnaverkun og á leikskólanum sem þá var staðsettur hér í Smiðjuholti, svo nokkuð sé nefnt. Svo fóru þau Gunnar í eftirminnilegar hestaferðir og hún var þar stundum að matreiða, en hún var í öllu mjög drífandi kona, sama hvað hún tók sér fyrir hendur. Svo var hún í kvenfélagi Reykdæla í yfir hálfa öld og starfaði mikið fyrir félagið, meðal annars sem formaður tíma. Hún var einnig stjórnarkona í sambandi borgfiskra kvenna og kvenfélagasambands Íslands, öflug liðskona þar eins og Sigríður tengdamóðir hennar áður. Ásthildur var mikið náttúrubarn. Þegar hafa hestaferðirnar verið nefndar, en hún hafði líka mikið yndi af því að fara í berjamó og veiði
Veiðiskapnum kynntist hún fyrst með Ásbirni og félögum hans í Norðurá á 7. áratugnum, en hún var reyndar með veiðidellu á háu stigi alla tíð, segja börnin hennar. En svo hafði hún græna fingur, undir sér vel í gróðurhúsinu og garðinum og þau hjónin voru þáttakendur í Vesturlandsskógum, byrjuðu að planta skógi árið 1999. Við höfum þegar minnst á listfengi Ásthildar sem var það sem að einkenndi hana hvað sterkast. Meðal þess sem hún tók sér fyrir hendur var að spinna og lita ull, vinna í leir, vefa veggteppi og svo var hún auðvitað síprjónandi. Það er kannski óþarf að taka fram að garnbúðir voru í sérstöku uppáhaldi hjá henni og reyndar skóbúðir líka. En hún var óhrædd við að gera tilraunir með efni, notaði til dæmis steina sem tölur og hrosshár í listmunni með góðum árangri. Það lék allt í höndunum á henni. Og eins og formæður sínar var Ásthildur sjálfstæð og frjálsleg í fasi, hún lét sér fátt fyrir brjósti brenna, þó liðagigt og aðrir krankleikar hafi gert henni erfitt fyrir í seinni tíð. Ásthildur var ættrækin fjölskyldukona. Hún lét sér annt minningu genginna kynslóða. Þannig tók hún virkan þátt í því að legsteinninn á leiði Muggs frænda hennar í Hólavallagarði var gerður upp og það var mikill hátíðisdagur fyrir tæpu ári síðan, þann 27. ágúst í fyrra, þegar hulunni var svipt af steininum á nýjan leik. Og það gerði Ásthildur, klædd sínum fallega íslenska búningi sem hún saumaði sjálf og sjá má á baklið sálmaskrárinnar okkar. Hún var reyndar gjarna í fallegum prjónakjólum sem hún hannaði og prjónaði sjálf. Hún vakti strax eftirtekt mína þegar ég hitt hana í Brún á fundum í félagi aldraðra unglinga í Borgarfjarðardölum, FAB kallaðu sig. Þar var hún virkur félagi og fór í sína síðustu utanlandsferð, skemmtilega ferð til Færeyja miðjan maí síðastliðinn með hópi af fólki úr félaginu. Faðir ættmóðurinnar Ásthildar, séra Guðmundur á Kvennabrekku og Breiðabólstað á Skógarströnd, var skáldmæltur mjög. Hann átti heila 7 sálma í sálmabókinni sem kom út árið 1871. Og í einum þeirra má lesa þessi angurværu erindi sem lýsa trúarvissu í þrengingum lífsins og sýn til æðri heima. En þar segir skáldið: til þín ég drottin huga hef, harmar lífs mig þjá, og bið af hjarta huggun gef mér himni þínum frá. Mig örmum kærleiks veikan vef og vota þeirra brá, kom athvarf mitt og ei við tef, minn anda lát þig sjá. Já, við tökum undir með séra Guðmundi, minnumst þeirra sem gengin eru og treystum því að athvarf okkar, Guð, komi til okkar með huggun sína himni frá. Ég hef verið beðin fyrir kveðju frá fólkinu frá Kvisti, þeim Pétri Önundi, Magnfríði, Steinunni og Elísabetu. Þau segja innilegar samúðarkveðjur til Gunnars og fjölskyldunar að Hurðarbaki vegna fráfalls Ásthildar. Við hugsum til hennar með hlýju og þökk fyrir hjálpsemi og vinskap í gegnum árin. Og veit ég að við hér í kirkjunni og svo mörg önnur tökum undir það þakklæti og heiðrum minningu genginnar vinkonu í hug okkar. Já, dýr sé Guði sem lífið gefur og lífið varðveitir, dýr sé Guði, Föður syni og heilagum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen.
síðast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum sildunum svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vakti hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var ambáttin hljóð, hún var ástkonan rjóð, hún var amma svo fróð. Athvarf renningsins, inntak hjálp bræðisins, lík frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnauðár. Hún enn í dag fórnar sér endalaust mál. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Hún brúður sem skín, hún barsmóðir þín, hún björt sólar sín. Hún ástrein og tær, hún alvaldi kær, eins og Guðs móðir skær. Og loks þegar móðirinn lögði í mold, þá lítur þú höfði og tár fall á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem mól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þinn hamingjudís, sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan dátt trúar og vonar, sem að þér og þér helgar sitt líf. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Já, himneski Faðir, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og við þökkum þér fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Ásthildar Thorsteinsson sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Já, ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Drottinn Jesús kenndi og við biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn,
tilkomið þitt ríki, verðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá. Þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.